What up players? Jó. Hvað segir? Pimps and Players. Hvað segir það? Ég segi mjög gott, ég er að bara senda eitt inn á spjallið okkar hérna svo ég gleymi því ekki. Ok. Að ég er professional like that. Eins og glöggir lesendur þáttarins já, þá er ég í Dr. Hlýra í dag. Það er sumar, sól. Hver var það Dr. Hlýri? Það var eitthvað pródusir á Steinbíknum eða eitthvað. Já. Dr. Hlýri maður. Já, en það sem helst er, ég sko rakaði mig með sköfu. Já. Melgina. Bólnum líka, Dóri. Já, það er geðvægt. Tveir bólir, mikið skinn. Ég er í dykki skýrt að Óla Danska maður. Aha. Já, pappa. Ok. Pappa. Hérna, en það sem ég ætla að sko að segja ykkur er, ég rakaði mig með sköfu í fyrst skipti bara í mörg ár og ég held að ég ætli að gera bara það sama og ég gerði sumarið fyrir 9. bekk. Ég ætla að raka mig með sköfu annað hver dag í allt sumar. Ok. Og ég held Gerður það til þess að fá þykkari rót? Til að bara breyta fucking punghárum í brodda. Það fyrir annað hvern dag samt. Að því ég var bara að gera það hverjum degi, ég hefði bara verið að skafa húðlag af andlitinu á mér með hníf sko. Ég var eins og með tálka sig lettneskan innamann sem að Í hverju? Í vinnu? Í vinnu hér. Já, ok. Í stúdíó Sigurbrut og og hann sagði mig, hann bæði bara, hann smíði þessar hillur hérna, þú veist, hann bara, nei, fyrir ekki, hann smíði ekki þessar hillur, ég ætlaði alveg að gera þetta. Okay. Hann Good story. Og já, en sko það er komið að því að hann sagði, I can go show up at 12 at noon every other day. And bro, okay, so var ég eitthvað, why every other day? Because every other night I drink 1 bottle of Jack Daniels. Okay. Mér var svo geggið bara regla á óreglunni, bara þú veist. Bara annarkvæmt kvöld. Annarkvæmt kvöld. Já, þá jafnar þessi alltaf. Þeir segja það sé komur alltaf með svona Ryobi stæði og efst var alltaf, þú veist, Bluetooth. Það er með yðnamann með Ryobi. Ok, hvað sagði það? Það er fucking... Nei, það var ekki gott. Nei, það er fyrir eitthvað svona... Það er fyrir gúbba. Sko, þetta var ekkert endilega Ryobi. Og veitu hvað? Við erum að tala um verkfæra tegundir. Þau eru gútsið verkfæri, en ef þetta er yðnaðarmaður, þú vilt sjá hann með Makita, þú vilt sjá hann jafnvel með Milwaukee, þú vilt sjá hann með gulan Devalt, bláan Boss, en það sem þú vilt sjá hann með, mögulega, er Festool. Black & Decker! Ég myndi ekki hleypa þeim manni inn til mín. Þetta var Festool. Var þetta Festool? Ég tekur tilbaka. Ok, ef þetta var Festool, þá var þetta sko, þarna breytur við einhverjum úr sko bófa í fagmann, sko þannig, en ég er að segja, þetta eru premium brands. Okay. Það var alltaf efsta stekki var Bluetooth, það var alltaf Russian Top 20, Top 40, bara allt trans. Það er það er letti sem að ég spila stundum körfubolta með. Og hann, ég var að spyrja daginn. Ég þekki engan letta. Og það er alveg fullt af lettum á Íslandi, sko. Veistu hvað, það er rámt. Ég breytti eins og lífi latneska stelpu. Ekki eins og það heldur, sant, sko, bara með gamla góða inspirasjóninni. Herru, en segðu, þú varst að spila með drakkan líka. Nei, ég var að spyrja því að, sko, þetta er náttúrulega, sko, lettar og eistar eru svona einhvern veginn, þeim svipar svolítið til finna. Ég sagði þetta í síðasta þetta er bara staðreind. Þú horfðir á mig sem það var að varpa á mig ykkur. En ég spurði hann út í það og hann sagði sko það er samt svo rosalega sterk rússnesk tenging inn í menningunni þeirra og þeir læra rússnesku skólum og þannig að þeir eru að blasta rússneskri tónlist meira heldur en skandinavískri og þá finnskri en ég hugsa svona langtíma planið þeirra sé að færa sig og telja sem Norðurlönd eða svona skilur þau kannski ekki telja sem Norðurlönd þið veitir hvað er að fara, þeir eru taka til sátt í Norðurlönd á mótin í körfubolta Vilja þeir bara kíkja í pakkan Þeir vilja kíkja í norræna pakkan Paldi einhver myndi vilja kíkja í íslenska pakkan bara, megum við góngið til ykkur Við myndum ekki að þurfa að drafta um eitthvað samning Nei, við værum eitthvað Þeir eru að kjósa tvisar það sko Áskulið mögulega sýningu hvað þetta sko Hvaða þjóð myndi sækja það? Færeyjar En Færeyjar eiga money og þeir fá göng og eru með þetta allt í gangi Jan Mayen Svalbarði Já, en við erum búin að meika þess við erum komin á skilti með sýnileika, þeir eru taka þátt í þessu samstarfi með okkur og þetta er svona eins og Sigurður Sigvarsson
alltaf þannig, í kringum þetta allt þá hefur alltaf sagt eitthvað sýnileiki ég áttaði mig ekki að því að vera fyrirtæki og ég held að það væri eitthvað svona markasfrasi frá því að koma skilti, sýnileiki en svo fletti ég mig upp og fattaði nákvæmlega, þetta geðið ég var í gær bara on some M&M in 8 mile bara fyrir Batli sko, þá var ég að keyra Reykjavík og taka myndir af þessu, ég var bara einn sko og ég stoppaði á Mér finnst það betra að vera einn heldur en að vera með þér og að það vera ekki verið í á kjarri skilur, ég myndi að hvað sultundur ég kíkti með Danna að taka myndir Stinni hefði verið alveg sko ég var hjá Stinna að horfa á leikin í Ganamönnum og Englendingum í 100 tómum og það tók 2 leikmenn með mér sem fóru í fyrsta missunni sem þeir eru bara, ég hef ekki tími í þetta ég á 17 km eftir á rammagninu við þurfum að fara heim sko. En ég held áfram, ég keyrði upp í Mosó og sá langa stóra skiltið þjá Hringtorginu þú kemur inn og þar voru við bara fresh ég þetta ætlaði að vera eitthvað að stoppa eitthvað á Hringtorginu þá ég sá að meikaði engan sens sko, þannig ég fór bara með hann út í kant og tók þetta myndir og þetta var bara heldur fresh Já, þetta flott, gaman að sjá þetta Sýnileiki, tjekkja á þeim Myndir sem að Einar Ingi tók Einar Ingi, já, og já, þetta er bara komið vel út sko þú verið ofta á svona skiltum sko, ég er low-key sko, Rósa Ingóls minna kynslóðar sko, þú veist, ég er fyrirsæta, fyrst og fremst ég hef setið fyrir í mörgum herferðum og ég er vanur fyrir frá myndavél, samt að alla myndir sem er teknar af mér, bara eins og þú myndir setja sel í jakkaföt það kom nú einn komund á Svalir sjá þetta ég var að ræða það eitthvað okay. Allavega, já, ég er náttúrulega ekkert vanur bara alls ekki, sko. Ég er bara að fá fyrst minn model gig bara 40 eins og skam. Já, Samuel L. Jackson, íslenska DJ heimsins maður. Akkurat, hafið séð svona eitthvað svona motivational Instagram-reytinga sem er eitthvað don't forget your dreams, eitthvað, the Colonel of KFC made it at 60, kemur eitthvað svona Samuel L. Jackson made his first movie at 42 eitthvað svona röða, eitthvað svona gauri sem meikuðu það seint sko. Late bloomers. Og ég fekk rosa inspirerandi gjöfinu sinni í 30-samlagsgjöf frá Mikael Torfasinni. Wow. Ég fekk Arnold Schwarzeneggers Encyclopedia of Bodybuilding sem er líka svona smá ævisaga sko. Og sko Arnold Schwarzenegger hann er eiginlega véfrétt þú veist, hann er völva sko. hann talar þið vitið að það var fólk sem spáði því að hann myndi transcenda stjórnmál bara mjög snemma sko. Hann er ótrúlegur sko. Og fremst í bókinni stendur þegar Arnold Schwarzenegger var 30 ára gamall var hann ekki búinn að leika í Terminator myndunum og það er rosalegt það er rosalegt að því þú veist, hann er he's still going sko. Hvernig er fyrsta Terminator myndin? 1984 En er Terminator 1, er hún góð? Já, hún er ekki vond hún alltaf er svolítið cheesy en þú veist, það eru geðu gadrín en hann skýtur görnin í you can't do that Hvað er fyrsta svona, er það claim to fame, er það Terminator 1? Var hann eitthvað búinn að vera hann var hann að Hercules í New York og hann var Conan definitely Terminator er að koma framtíðamyndin hvað heitir hún áttur? Total Recall hún kemur úr þessum svona segurum Terminator sko. er ekki svona okkar base og okkar öngarar er ekki bara svona ground zero of that er það ekki bara Terminator 2 byggist ekki allt bara þetta öndæmi byrjaði sko, Terminator 2 er geðveikt góð mynd Já. Þú getur hort á hana og sko, ég listaði svona skrifaði einhverja ritgerðum robotics einu sinni og svo heimspekin í þessari mynd er sko bara svona allar stóru siðferðislega spurningarnar gervigreind og vélmenni þú veist bara hvað þegar vélmennið verður betra en maður skilur og það eru svona heyru ræðurnar frá móðurinni það sem hún er bara eitthvað vélmennið myndi aldrei yfirgefa hann aldrei láta hann líða illa aldrei gefa hann samviskubit einhvern veginn og maður er bara eitthvað shit og fyrir utan það þú veist bara andstæðingurinn í myndinni er úr fljótandi málmi skilur, þú veist, veitu hvað er erfitt að díla við það og Var það ekki samt eitthvað smá plotthól þessi fljótandi málmur? Danni Sorry Vélmenni sem eru send aftur til fortíðar til að myrða eitthvað dreng þú veist, plotthól og bara þegar hann gefur þumalinn á leiðinni niður og segir now I know eftir hann hafa sagt now I know why you humans cry strákar ég fer að gráta
Ég var á ljósárum í sýningunni þinni þannig að setja þetta upp hann Ég setti þetta náttúrulega upp sko. Ég ger alltaf eitt feitt klúður í öllum Ég var ekki að setja öll ljósin á Það var lokaverkefni við í Listaháskólanum það hét sem sagt Tortimandinn Og Danni var á ljósunum Danni var á ljósunum Ég elska bara svona Ég man eins og hann kom inn með stórt Cæsarsalat og var að éta Ég hef aldrei séð gauður éta Cæsarsalat í takeaway áður KJ-stæl Já Talandum César, það leikmaður í IBVF sem heitir César Örn og ég svo gaman að út að César A sko. César Örn, ég held ég að við hitt eitthvað að César Kári var að æfa júdó með einhverjum strák sem heit César á Akureyri Kári, bæði vegi júdókennsla á Akureyri ég skráði eitthvað sem heit kríla júdó ég hefði farið í það inn í bænum þá voru það bara börn að láta illa og að láta þau sepa sér í kaðli og gera sér einhvern orm eftir einhverju dæmi og svo máttu þau svona þykjast fella þjálfaran á Akureyri í 3. tíma var það bara Kári, César, glíma það var bara hérna og Gauri var með aga sko. Þau voru skítrætti strákur það var geðveik stemning Talaðu stemmingu kíktu eitthvað á Kaleo í sjónvarpinu enginn á okkur fór Nei, ég var í ammæli og ég ætla ekki að ljúga þér það var ráðist á mig það voru nokkri kaldir rauðvín og kaldur og kokteil og bara þetta var ekki fallegt sko. Og Baileys eða? Reyndar ekki Baileys en stöðu sjálfsvörn og ég reyndi að gera mitt besta en á endanum bara borun ofurlið ég kíkti aðeins á þetta ég Automobile með Kaleo það lag sem ég elska það sko, verandi úr Mosfellsbæ eins og þeir hef ég alltaf samt verið bara á hvaða plánettu var Jökull bara eitthvað San Francisco Sacramento hann var í Sacramento meðan ég var eitthvað í Leirutanganum skilur Þekkti þú hann eitthvað? Ég þekkti Jökull ekki neitt en ég þekkti nokkra drengi þarna að því ég var að vinna í félagsmiðstöðunni líka þetta eru náttúrulega jafnaldrar frændaðis okay. og og ég man eftir þetta var leitskrúður hópur sko, skemmtlegur sko og líklega til afreika Eru þeir allir úr Mosfellsbæ? Ég þekki það ekki og þó ekki nei, ég held nú ekki og ég held að þetta hefði síðan eitthvað riðlast og eitthvað hætt og I don't know ég kíkti, ég spólaði og þú veist, ég rúlaði yfir Horfður á plus? Þú veist, 1,7 svona og ég bara svona stoppaði við lög sem ég fílaði og ég nefnilega kveikti á svo eftir ég fatt ekki ef þetta var í beinni fyrir eitthvað eftir og kíkti þá eins á þetta og hlusti á Automobile og eitthvað fleiri lög og þetta var svona, þú veist, bara geggjað svo heyrði ég Hjalta í Two Guys hann alltaf var með veitingarna hann var með borgarana Hjalti náttúrulega sko hann svo séð ég hlakka svo til Vestlumhelgina ég ætla að kjósa Hjalta Vestlumhelgina hann sko hann var búinn að hann var með allt svo vel skipulagt sko hraðinn var mestur í honum það sem gladdi mér mest ég sá eitthvað smá af þessu bara eftir á að það voru fullt af bílar sem reykja ykkur húm það er svolít þið eru rosa sponsaði drengir ég ætla bara að fá að segja from the bottom of my heart mér finnst þetta óslega góð nýting á Þingvöllum ég vil eiginlega, ég myndi eftir ekki huga að fara til Þingvallan en að séu tónleikaða núna ég býð bara eftir eitthvað Mobb Deep á Þingvöllum exhibit á Þingvöllum en ég var að segja þessi skikkja sem tónsaði var frekar illa sko. frekar illa herru, svo mætir hann með eitthvað nýja kæristu hún er brasilísk ítölsk einhver íþróttafrétt, brasilísk ítölsk það er optimal er hann og Rúrik ekki að taka sama púli bara jú, þeir eru samt í alvöru þeir gætu verið sko, ég segi ekki bræður en frændur sko. þeir eru svona sískinabögg skegg, hattar sítt hár stígvél sem svona klingja alveg þannig dreymandi augu félagar sko ég far til Argentínu og þau eru með vikinga fucking æði út af þessum Vikings þætti ég er ekki að djóka því ég var ekkert mann chilla þarna djúpt í Buenos Aires og sagður þeim að þú væri sannur vikingur já þú veist sko ég var bara ekki með þetta man-bun skegglúk sko. en ég var að chilla þarna og þeir tölu svona hann var svona geggjað með bunni sko. og þá ég var bara djúpt í Argentínu í einhverju hverfi sko bara einn með einhverjum 4-5 Argentínubúum og síðan allt í hennu kom bara hey this man he used to own a bar who closed last year it's called Ragnar Lodbrok og ég bara what? Þá eru þeir bara búin að þeir bara fannst the Viking þættinir bara geggjaðir, þeir bara byggja sitt líf bara upp á þessu þáttum sko. Og ég skil alveg akkur
Ragnar, sko, Vikings, það er svona sexy útgáfa af einhverju vikingadæmi. Já, ég þetta ekki hort á það, sko. Ég hef séð aðeins að þessu, hún lék í þessu íslenska stundkonan, Ragnarsdóttir. Já. Á Ragga, hérna, Ragga. hún var með mér í bekk í Garðaskóla. Það svoleiðis. Það svoleiðis. Það kemur, sko, ég með svona almenna spurningu sem ég held að væri samt gaman að ræða við ykkur í ljósi þessa máls. Ef það væri eitthvað í Íslandssögunni sem það ættu að gera bíómyndur. Íslandssögunni. Hvað væri það? Sko, mér langar alltaf að gera hérna svona Forrest Gump Íslands sko. Sem hann væri eitthvað að vinna í banka. Síðan allt í hennu var hann komin eitthvað að mótmæla, einhver lopesi. Skilur, eitthvað þannig shit, sko. Já. Mér langar að gera það, sko. Ok, sko, eitthvað úr Íslandssögunni. Sko, basically skal ég henda einu hérna sem Var eitthvað í gúttóslagnum. Ógislega Þú veist, mynd sem fjallar ævi Bubba Mortens til dæmis Það var svona Forrest Gump shit. Rosa Forrest Gump shit og byrjar, þú veist, 8-10 einhvern veginn, byrjar í verbúð þú veist, lögin verða til hann verður frægur, þú sérð einhvern veginn íslenska stællífið þú veist, fer til Svíþjóðar, svo náttúrulega þú veist, breytist hann og verður, þú veist, Bubbi frægi og Bubbi á reynsanum, skilur, og svo kemur hrunið og ég held að það ætti að vera svona þriði þáttu myndarinnar hrunið, þá fer þetta allt og svo er endi myndarinnar, þú veist það kom Pírata-Bubbi aðeins Hann COVID. He's still here með gítarinn, skilur og bara, og þú veist, og það er bíómyndin og þetta getur sagt svolítið svona fallega rammaðinn Bubbi COVID eitthvað bústanum maður að livestreama sko, þú veist, ég væri til í að sjá líka bara svona hluti eins og svona Tyrkjaránið þú veist eitthvað svona fylgja einhverju fjölskyldu sem að vera sundruð og svo er eitthvað reynt að bjarga bara alltaf ég hugsa þetta og þetta er ljótt sko að þetta var náttúrulega líklega eitthvað það hræðilegasta sem fólk hafði upplifað ég ímyndaði bara eitthvað, Guðrýður, hlöftu eitthvað svona panik á okkur Guðrýðum eitthvað, komiði hundingjar eitthvað svona Guðrýðum eitthvað sverði eins og í Aladdin sko þetta voru Guðrýðum með bjúgsverð og eitthvað lið í Vestmannaeyjum sem var örugglega, þú veist, það var ekki með neitt sko. Nei. Þú spáðu hvað þetta kom á óvart þeir bara, hver er þetta? komið með okkur nei, jú Haldi líka, þú veist, þið klára það orustu síðan bara, hvað tekur við, 28 ára ferðalag til Tyrkland kemur með eitthvað dömi sem er 25 ára maður 53 bara þegar koma til Tyrkland sko, þorskastríðið fylgi eftir einhverju svona bát sem að er að klippa á Já, þú getur, það er rosa hasar skilur og svo ertu með svona eitthvað svona alveg stern þú veist sendinendina sem er að rífast við þá sko þú veist, og svo ertu náttúrulega með svona aukaleikar eins og þú veist náttúrulega beysið ameríska var komið hérna, allt í einu voru þú veist Ísland með gríðanlegan stöðning frá Bandaríkjunum og þeir föttu og þeir gerum bara, já við viljum bara fá 200 bílur í það og bara breyðandi bara, þessi Bandaríkja backþjóði með stæla og svo hérna, og geta að fara eitthvað inn í Sameinuðu þjóðirnar og það var einhver umræða þar líka Þetta væri feit mynd sko ég væri líka til í að sjá sko svona meiri íslenskar ástarsögur einhvern veginn, en ég veit svo sem ekki hvað ég myndi grípa í söguna, en ég meina dudes, við verðum að fá einhverja alvöru upphimpa víkingamyndina þú veist, og ég meina það er bara alltaf þetta, já víkingar það var líklega aldrei haldið í víking frá Íslandi, skilju, líklegast þú veist, það vantar allt þetta upp bændur, norski bændur, skattbíndir stinga aftur betra, það vantar líka að sína fólki, þú veist, að fucking landið var þakið gróðrið veist, þetta var landið græn. Það alveg staðfest? Það er staðfest og það var miklu hlýrra en sko þú veist, þú sást í Grænland svo eru bara til svona hlutin eins og bara Grænlandsverslun, það eru til sögur menn sem selja eitthvað fucking kvaldhönn í alvöru, eða eitthvað lifandi ísbjörn og þeir ferðast á peningunum alla Evrópu, snúast tilbaka, kaupa sér skip og sigla heim, fyrir ágóðan af þessari kvaldhönn, eða eitthvað þú veist, það er Já, að lara af kvaldhönnu, sko, og lara af hlustir, sko Ég er ekki að fokki Pabbi var að vinna í kvaldstöðun Virðið er kannski aðeins annað í dag samt. Nei, það er að koma aftur, í alvöru Fokk krypto, þannig verður og þú getur séð það svona index í símaninu, bara 1 kvaldhönn er núna virði $4 million Heyrðu þetta? Já, ég nefndi þess ekki Það er ekki, RFK Brewing Dræjari Sérðu sumarkaffi fyrir næsta þátt ætlum við að setja það í hundadall fyrir þig Vá
þessi pulsubjór maður, light pulsubjór RFK Brewing, let's fucking go. Ég ætla að minna á eitt frá RFK Brewing og meðan við erum að sippa á þessu á föstudaginn, núna 27. júní þá þetta reykja krakk þá hérna Noregur Frakland og meistari Björn Berg og meistari Stefán Pálsson verða með uppbytun og það verður hérna verður flaut til leiksklun 7 í skipoltinu. Já, og Stefán Pálsson ætlar að fræða gestum sögu á þeim á fyrirleik og í háluleik ætlar Björn Berg að vera með erindi fjármálahlið mótsins. Ok, þetta mjög og þetta verður bara RFK Brewing í skipoltinu og þeir verða með pulsubjórin fræga eftir eða ráðast á okkur svona 28 pulsubjórar þá bara getið farið sér heim og fengið diskin okkar örglanda. Það eru mjög góðar strætósamgöngur líka á Suðurlandsbrautinni beint fyrir neðan þannig að það hægt að láta sér detta niður brekkuna og fara bara í bjórbúðina taka nokkra heim ráðast á þá sko. RFK vera fyrir til þetta er rosalegt veldi sem er að byggja upp síðan þú veist að fara á pítuna eftir á eða ég veit ekki. Já, ég ætla að lýsa því hérna yfir og ég ætla að segja öllum business ownum Reykjavíkur watch skipholtið það er að fara að blow the fuck up. Já, það er heitt með lava. Það er ég elska þegar þú ferði í þess að synergy pælinga. RFK Brewing, let's go, heitt með lava, skipholtið. Lava, besta bílulega tvöru röð, samkvæmt bara öllum mælingum. Og Broncoinn alltaf heitur, það er einhverjum fleiri bílar þarna sem fyrir mig sinna. Við þurfum að plata og sem sponsora að setja undir okkur Broncoinn í sólarhring og við tökum aðra ljósmyndatöku kaupum billboards núna með þetta hvað er heitt, það er skipholtið maður hvað er í skipholtið, það er einhverjar ljósmyndarabúðir sem eru heldur skemmtilega, það er Lumexinn, það er Pítan munið þegar foreldrar mínir byggu í Ásholti og ég fór alltaf skipholtsmegin ég er mjög tengdur skipholtinu sko. það var hérna James Bond Já, það var eitthvað lögregla að gera í gangi þar en það ég ætla bara að segja það augljóslega, það er hóruhús líka hann í skipholtinu okay. Sem er nú ekki alls þar og býður upp á svona fjölbreytt borgarlíf okay. Það er bónus og það er bónus sko og hérna, ég meina þú veist, það vill engin sko, ef rónar vilja ekki vera þar þá vill engin vera þar og hérna, það er svona svolítið borgarrýmið sko það er bakari hérna, það er hljóðfæraverslun, það er dekkjaverslun en ég er að segja ykkur, það er nefnilega pláss fyrir einhverja snildarna sko. Fiskbúð Fúsa, maður getur verið komin þar Stíllinn lokaður það ekki? Jú, hann lokaður Fúsi ekki að maður Fúsi Herðu, hérna og bara farið inn og kíkja þessu bíluna tjekkja, ekki vera að fara í kringum landi núna á einhverjum Nissan Leaf sko. Nei, ekki gera farið á Bronco og hlaðið á vel trítið ykkur og á meðan ætla ég að segja ykkur frá kvikmyndi sem ég ætla að gera upp úr Íslandssögunni þú veist, er ekki svona eitthvað Jörundur hundadagakonungur það er frábær pæling það ekki? En er ekki búið að gera eitthvað með það? Það var því muniðan Jörund sem var bara leikrið sem var alltaf eitthvað hæ hopsasa, núna komstu bara litli kalli minn þetta er eina af æsku minningum mínum leikhús Jörundur hundadagakonungur er eitthvað svona að það ætlar að gera Hollywood, það er Jim Carrey þú veist, hann kom inn á og prettaði heila þjóð hann bara þetta svona kom Jim Carrey til Íslands og prettaði okkur nei, við vorum saman Jörund hundadagur okay, hann myndi leika það væri sick shit það er frábær hugmynd hafið þið séð vídeóður afmælans Jim Carrey þegar hann er eitthvað með Tony Yeo og 50 og Lloyd Banks eitthvað að dansa það er að finna sig í sér sko. það er ógæðslega fyrir ég held sko að svartimaðurinn í Ameríku beri mikla virðingu fyrir Jim Carrey ég veistu hvernig Jim Carrey kom hann kom með, var hann ekki með þarna in Living Color með Waynesfjölskyldunni þeir voru bara they put him on they put him on og Jamie Foxx var hann ekki í þessu og hann sagði bara, þú veist, ég sá eitthvað viðtalið Jim Foxx hann sagði, þú veist, ég var alltaf til að með þú veist, reyna að put him on Jim Carrey og ég er einhver öngan sem verður það er ekki rétt og koma ræsum hann fram þannig að vera framræsum hann sá eitthvað smá fór til Jim Carrey og sá eitthvað smá Ace Ventura og hann sagði bara það er mjög langt ákveð til að við munum chilla saman aftur sko. þetta verður bara a motherfucking star sko. bara... en talandum Jamie Foxx hversu hæfilegur verður hann? hversu gay er að segja hann er náttúrulega ótrúlegur að því hann er triple threat
Hann syngur, leikur og grínar. Hann er sem ásað Sóli Hólm þegar kemur að svona hvað hann er mikið af dæmin í gangi sko. Syngur, leikur. Ok, Lord Respect á Sólmund Hólm, stórvinn minn, en ef við ekki að gefa Jamie Foxx það, hann sé eitthvað aðeins meira. Hver er íslensku Jamie Foxx? Sóli Hólm. Ágústa Eva. Já. Leikur, syngur, grínar. Já, það var það bara algjörlega sko, Egill Ólafsson, en mér finnst Egill Ólafsson líka vera smá Gene Hackman Íslands You can't handle the truth. Sko, hafði ekki heyrt söguna þegar Jamie Foxx söng Kanye Jú, ykkur partí. You can't handle the truth er tilvitnun í Jack Nicholson Vitið ykkur uppáhalds leikarinn? Hver? Harvey Keitel. Já, hann er geðugur. Í alvörunni, mér finnst hann vera bara þú veist, er hann lifandi? Já. Ok, hann lítur hann mjög gaman. Uppáhaldsleikari. Jó, þú veist, ég er ekkert eitthvað. Ég veit að ég er tjókið. Ég verð alltaf ógeðslega kátur þegar ég sé þarna gauð sem heitir Delroy Lindo sem var sko tilnefnd til Óskarsins loksins fyrir Sinners, en hann lék sem sagt sáðu ekki Get Shorty? Jú. Hann lék limógaurinn þar sem var alltaf á hótunum. Hann segir hann einu sinni við John Travolta eftir hann hendir ykkur lífverðar á sinni stiga, kemur eitthvað You don't know me, you just think you know me og veist það vera svona leikari sem gleður mig allt. En er þessi spurning samt, eða þú veist muni, þetta var alltaf í æskunum svona uppáhaldsleikari, leikona, eitthvað svona. Já, það var alltaf Julia Roberts. Er það búið eða? Er fólk hætt að eiga uppáhaldsleikari? Það er ekki, fólk er ekki jafn stórt að það var sko, eins og bara þú veist, nefndum mér eitthvað lag með Taylor Swift. Ég er með óma í höðanum. Syngdu það? Nei, og veist, þetta er stærsti artist í heimi, þú getur ekki nefnt eitt lag, þú veist alveg hver hún er. Já, það er rétt, allt er farið að lifa í 15 sekundur, þú veist, það var eitthvað gaur að skrifa óslega svona lært tvítundaginn bara, þú veist, hvað er búið að gera vondar bíómyndir undanfærin ár, það er no classics þarna, og ég man að það var hlustið þið nokkuð á hana Red Scare eða? Ég bara sé þetta, hvað er þetta? Það getur útskipt að Red Scare fyrir mér. Já, ég skal útskipta fyrir þér sko, og eina af þeim gælunum postaði bara eitthvað, ertu heimskur, þú veist, bara tími klassikurinn er liðin. Það er enginn að reyna að gera klassikerinu sinni, þú veist, fólk hefur ekki erið í sér til að átta sig að hvort eitthvað sé klassik, þú gerir eitthvað sem lifir í 15 sekundur og sem fara að pæla í því næsta, skilja. Og mér fannst að Red Scare er sem sagt sko, þú veist, þær eru svona, voru uppalega the trashy, artsy left í svona einhverju New York listakræsu, þú veist, eindir er sem ég uppgötuð í einhverju svona vídeo hjá einhverjum hægri manni, það sem hún er eitthvað, did you know in Venezuela they eat rats, og hún er bara að reykja einhverju sík og er bara eitthvað, no, og þú veist, og það er bara hvernig hún svarar sem eitthvað sem var eitthvað, hei, þessi gæla er mjög nett. Og svo er önnur að einni leikstjóri hinn í leikona, hún var í Succession meðal annars, leikana aðstofkonu, Kendall, en svona seinna meir hafa þær eiginlega orðið að svona the trashy right, sko. Ok, það er mjög sterkt í og þær eru sem sagt annars vegar rússneskar og hvítrússneskar, dætur innflytjenda og það er sletta stundum á rússnesku í þáttunum og er alltaf reykjandi í podcastinu en fá til sín ógeðslega fræga gesti en geta líka verið algjörlega ruglaðar sko, með skoðanir sínar, en þú veist tölum fokk, hvað ertu með? Já, ekki búin að salta þetta. Herru, þetta er, ég er með Guðspjald. Þannig ég var í rektin í morgun, ég þurfti að monitora hjartaði mér til að vita að ég væri ennþá lifandi. Don't worry pal, ég er með úr hérna frá klukkunni, frá Steppa Jacob the Jeweler Íslands Casio, ekki á þessi. Þetta er bara þetta er flott maður. Setta á ekki að sína fólkinu þetta. Setta hann maður, þetta er rosalega hann er the gift giver sko. Ég veit það. Ég er bara dealmaker, svo Oprah Winfrey. Já, þú farið úr. Þú farið úr. Herra, ok, við þurfum að ná allavega pakningun utan. Við þurfum að sína hérna. Ég er að fara að láta það fá þetta, sko, þú tekum á taugum með að vera með hendina. Svona þessi körfubolta rammar hana. Það er sko, þetta er hérna, er þetta ekki það sem við köllum integrated bracelet? Jú, þetta er hérna að sjá þetta. Hérna, Casio. Þú ert fara að henda þessu úr í hana. Er þetta ekkert kvenlegt úr eða? Þú vilt hafa kvenlegt maður. Kom hún með keðjur líka, gullkeði? Það er mikil dóra orka í þessu. Herru, út komið úr. Ok, sjá þetta, wow. Þetta er geggja maður. Það verður flott í sumarfrínu. Þetta verður flott í sumarfrínu. Það er klukkan, 4 staðir,
geggju úr Já. og bara þú getur farið að bóla out of control, þú getur líka bara verið bólað á budget, skilur. Já, og þeir eru með lausnir fyrir alla bólur. Hér er sjokkerið. Já, og ef maður á flott úr, þá getur maður farið og vill einhvern veginn breyta til. Þú kemst í close friends á bíum. Þá getur maður keypt líka hvað kallum við þetta, bönd eða Þú kemst í close friends á bíum út af þessu úr, sko. Býtu, hvað heitir þetta? Ólar, einmitt, djöðs, skeit ég heilan á mér þarna. Nei, ég var í Smáralundir að taka þátt í einhver samfélagsmiðla ævintýri sem heitir Kíkt í pokan. Ok, það er eitthvað tengt Evrópusambandinu? Já, þá sem sagt kem ég þá bara eyðir einhverjum peningum að inni og þeir fá að kíkja í pokan og hvað keypti ég og svona. Ég ætla að fara til útlanda, þannig ég var mjög hagsýtn eitthvað, hér eru stöðbuxur á 9 ára dreng. Það var satt gott, sko. Sólavörn. Og þar sá ég klukkuna að það var rífandi businessina. Já, ég fór hann í gær, hann er svona Proposition Joe Íslands, það er bara að gera einhverja klukkur hann og bara í The Wire, fólk veit ekki hvað það er og fara að tjekka því. Er það að fara að tala um íslenskt rap? Til ég. Já. Sko, ég er með eina pælingu því, viljum við byrja á þinni pælingu? Var ég með pælingu? Varstu ekki með pælingu, með One Hit Wonders? Ég veit ekki hvort að listin sé nú tæmandi til þess að ég geti eitthvað kynna sem feitar rímur. Ég er með pælingu. Ég er bara alltaf að ég hef bara rosa mikið áhuga á rímum sem fucking banga, skilur. Þú veist, ég bara var að hlusta á hana í næsta lífi með Bentudaginn. Já. Þegar hana, og ég er tæpur, sitt með munnræpu á knæpu. Þú veist, þetta eru ill bars. Já, sko, ég er með ill bars og þetta er, við erum alltaf að skyggnast undir yfirborðið með Mosagini og þetta er liður í boði Mosagins. Í boði Mosagins? Erum við með? Chardonnay ginið. Ég ætla að lesa fyrir ykkur, ég ætla að gera þetta hérna reglulega. Hella á í glas fyrir okkur sem er ekki dræjar. Já, einmitt. Að kryfja rímur sem að hafa fangað huga minn. Þá er að tala um heil erindi. Ok. Og þetta er náttúrulega bókmynda þáttur. Þetta verður mjög menningarlegt og ég ætla ekki að segja ykkur hvað þetta er til að byrja með. Já, Danni, við veitum potið hvað. Ég ætla að gefa ykkur fyrstu 2 línurnar og sjá hvort þið kveikja á þessu. Danni, ég hef trú á þér, Danni. Ok. Að skilja sannleikan er erfiðar en okkur grunar því heimildum ber ekki saman svo munar. Og engin eitt sannleikur er algildur, heldur, henta hverjum og einum við tilteknar aðstæður. Þetta er Bobby Vandræðagemsi, sannleikurinn endursaður, Forgotten Horse. Og all time great. Ég ætla að segja það. Salút til Bobba Vandræðagemsi. Salút. Ég var daginn að einmitt bara enginn ætti að gleyma viðbúum á Íslandi og þegar við erum í húsirætt á Hætta og Eldgossi, við gjósum í bræði og enginn getur stöðað okkar brennandi flæði. Það sem ég og mínir eiga heima, eiga sumið það til með að gleyma. Það kemur frá því landi það sem undir niðri eldur er ólgandi en yfirborðir hins vegar er þakið ís og meiri hluti ársins er hluturinn sem frýs. Í framhald af þessu ljóði held ég að ég verði að láta ykkur vita ekki beintur hús að hverfi átti heim í árbænum við þurfti svo að flytja. Það sem ég spjallaði mér, það sem allir vita. Ok, let's go. Ok. Mosi. Sko, Bobby Vandræðagemsi. Hann er svona Andre 3000 Íslands því að hann er feature rappari. Spila líka á túbu, sko. Hann er túbuleikar. Hann er svona feature killer. Það eru lungu á þessari skepp. Og förum aðeins undir yfirborðið á þessari rímu. Að skilja sannleikan en erfiðar en okkur grunar því heimildum ber ekki saman svo munar. Og engin eitt sannleikur er algildur, heldur, henta hverjum og einum við tilteknar aðstæður. Þetta er 20 ára gömul ríma og þarna er hann komin í þessa afstæðishyggju sem er núna svona... Já, hann er komin í kjarnan á þessu. Þetta er postmodernismin, hann hafa farin að efast postmodernisman fyrir 20 árum. Og svo eins og að Guð sé til getur allt eins vel verið en reyndu að miðla því til einhver sem hefur nýverið mist sonur hvítblæði, mist ofan að sér húsnæði vegna sprengju þetta er djúpríma. Þetta eru kjarnorkuspil. Vegna sprengju árásar knúnar af hefnda þosta. Þessi stríðs árátta mun á endanum kosta. Og það sem ég sé þessu. Eins og Guð sé til getur allt eins vel verið. Þetta er á þeim tíma það sem að við getum sagt að svona, þetta er upp úr aldamótum. Þarna er George Bush svona á hans boðskapur svolítið svona ráðandi í heiminum og þarna eru þeir sem eru að ögra ráðandi eða svona hvað ég að segja þessi svona mainstreaminu þeir eru
vantrúaðir eða svona eru efasemda þarna var svolítið svona kristin trú var omega og var svolítið álítinn geðveikur og varst mjög trúaður og þetta hefur flippast í dag núna er rauninni þú veist, núna er það að ögra yfirvaldinu að vera trúaður og mér veist það svona þegar ég fór að hlusta á þetta aftur þá svona sérmaði hvernig tíðarandinn hefur shiftast út af bara hvað er rauninni kannski ráðandi narratífan og hvað er svona málsmetandi aðilegar hvað fólk er svona sem að pönkast í kerfinu er að móti yfirvaldinu allavega þessi stríðsárátta mun á endanum kosta miklu meiri peninga og miklu meiri nokkur mannslíf hún mun skemma jörðinu ókomna framtíð og þarna, þetta alveg dýp svo kemur hann með eitthvað sem var mjög mikið á þessum tíma það sem að upplýsingar voru ekki eins tiltækar þá segir hann sko og það sem að svona dropping knowledge var the thing það var mikið svona rappara þú varst að meta það eftir sko orðaforða og knowledge einhvern veginn og hann segir vissið þú ef heimsins hergagna framleiðsla myndi stoppa í 6 daga myndi vera hægt að losa stíplu matvæla og drykkjarvatns bækur væru til taks fyrir 200 miljón manns þú veist þetta er svo fucking specific og djúpt getum við, er þetta að fá gerfigreind á þess motherfucker? Þú veist þetta ég ætla ekki að gefast þetta ég gefast ekki þú veist, kallir hann sig ekki líka Captain K eða? Jú, Captain K Bobby Vandragemsi hvað var að meira? Það var eitt í viðbót sko. Og svo segir hann hérna en þetta er ekki gert og er það hinn mest í harmleikur og við þessar aðstæður er þetta minn sannleikur Þetta er bara ein af uppáhalds íslensku rímunum. Ég gæsar hérna, ég ætla að fá mér í vörinn út af þessum á. Þetta hérna... Ég man það að þú varst að rappa og varst að svona eins og menn voru svona on some building shit og ónefndur umbúsmaður. Þú vildir ekki að fá Palestínufána til að rappa með. Nefna hann er, já ég reddaði fána. Sér komið fánan, Palestínufána, nefna hann var allt rétt, nefna bara röngur röð á litunum. Já, herði ég mér rámar í þetta. Paldi að ég myndi mæta á... Það var verið að rangi ykkur að saumakonu og skammana. Já, svona er það að vera pólitísk á Íslandi í dag. Paldi að ég myndi mæta með hennar fána, bara ég ætla að fara niður til. Ég væri alltaf bara, hei, hvað er það að gera þar? Með vitlis að fána, sko. En mér sko, það er svo margt í þessar rými, eins og þegar hann segir, sko, hérna, því að hann er, það sem að Forgotten Laws gerði og hann svona fer inn í þann takt, ég var að hlusta svolítið á Týnda hlekkin. Þeir röppu allt öðru sem við. Þeir svona, þetta flætti aðeins öðruvísi og þeir voru sko að leika sér í hérna svona hvar áherslan var í orðunum. Já, þú veist, komið stundum með áherslu á seinna atkvæði orðin bara til þess að láta þetta flæða einhvern veginn sko og mjög gaman að en það sem ég... Sko, mér er alltaf veitist Bobby svona, þú veist, kommanda sínu eigin flæði og ég sé ekki alveg hvað hann telur barinn einhvern veginn. Nei, það er svo að þetta styrklingum hans. Þú sér það hérna, hann er svona, þetta er opin stríin þegar hann segir sko, hérna... vegna sprengjuárásar knúnar af hefnda þorsta þessi stríðsárátta muna og endanum kosta þú veist hefnda þorsta endanum kosta multisyllable þetta er geðveik ríma sko. Bobby Vandragemsi getur fengið klapp fyrir hann ok, sorry þú bara hitaði svo mikið í mér ég verða að því ég var að hlusta á þetta leiðin hérna og ég ætla að koma með eitt nýra sem ég finnst fucking fake ég ætla að vitna í meistara Mad Herb segja this shit bangs like crunchy on a Friday night hann sagði þetta, skrifaði þetta í undirtónum sko. og þetta er vogur með byrni þetta er 5 ára gamalt lag, þetta er 2021 okay. og mér finnst það bæði poerik og illað upp á síðkastið er ég að læra upp á síðkastið er ég að græða upp á síðkastið villum fá hæla svo upp á síðkastið er ég að blæða því upp á síðkastið er ég að pæla að upp á síðkastið þurfi ekki að ræða og upp á síðkastið mæli ég sjálfur hvað er nóg, hvað læt ég næja hvað er að frétta þessi nýju gaurar geta gert hvað ekki neitt þar sem að ég með hælana get ekki snerta haldið þið áfram og hættið að elta betri en slæmt veður betri en gott stríð treysti fjölskyldunni við erum flott tím farðu í pásu þú hefur gott að því getið fokkað mér upp og keypt sportbíl fokk þú, fokk þið fokkaði upp, komin í sloppin veit ekki hvaðan ég kom en ég kom inn dýbra enn á botnin ekki einu sinni einn en ég er að fljúa þú mátt eiga toppin elski ekki neitt nema skvati mitt held áfram þrátt fyrir stoppin þetta er nokkuð illað verð ég að segja sko. Þetta er geggjað Málið við elskum rapp hérna og við erum 40 ára angst
og það má ekki taka þetta á okkur það má ekki taka þetta á okkur Mosa Gin núna orðið svona official drink of Icelandic Rat Þetta svona öng taka annan þetta er hvað Belvedere Íslands þetta sko þetta er Belvedere Íslands við erum bara búið til allir skoppar að skoppiði og drekkið Mosa Gin og talandum þeirra kamp Mosa Gin kamp, þá ætlum ég að gefa ykkur í sumargjöf Epic Ananas að þeirra að gera þetta Gjör svo vel, þú gefur bara gefur fjölskyldinni, Dóri Já, þetta er fyrir börnin Gefur Magnið þetta Fyrir sumarfríð, tekur þetta með þér og hérna er Epic Ananas, þetta er sumarindós En Dan er einhver íslensk ríma sem að Mér finnst, Dóri, ef þú veist eitthvað um mig og þú líka, ég breyti svo lítið sko. Ég fær kannski aðeins önnur föt og fær kannski áhuga okkur verbrigðarmiðlun í 2 mánuði en mér finnst bara mér finnst ríman hjá Steinbirni með 100 skall vera illuð og ég er ekki að fucking joke Nei, það er illuð það kemur bara, þetta lag fjallar 100 skalla og fjallar marga hluti sem þú gert við 100 skalla, já, sem kemur hún að drekka og reykja hass er nokkur illur fjandi ég myndi segja ykkur frá því en ég bundi þagna bandi sem þú getur rofið með að rista mig á háls svo mann veit fatt ekki hvað að segja segir hann eitthvað Þó ég var á Þingvöllum með tilda topplíkil 2 lítra möllu 2 lítra flösku og eina góða möllu til með kveikjara á álpapír ég myndi gaurinn malla setti stóran skalla sem dugir fyrir alla þetta verður ekki feitara þetta verður ekki Hermi gerir þetta pródúsa þú veist og ég ætla að taka bara eitt þá ég var á Þingvöllum með trillan topplíkil 2 lítra flösku og eina góða möllu til með kveikjara á álpapír ég myndi gaurinn malla setti stóran skalla þetta er rosalegt dæmi Ég bara, þú veist, þú veist alveg Kali og Væp, á Þingvöllum, þetta er fyrir mér Þingvölli, Sett fucking Steinbítur, Birnir og Bobby Vandra að gefa svo Þingvöllum. I'm there, 20.000 manns, ekki fucking máli. Mount Rushmore of Icelandic Rhymes. Önnur ríma sem að mér finnst alltaf bara aðalega byrjunin. Það er hvað heitir, bara á Þú skuldarplötunni, Búba blas, róka með gras í póka, skrinniðu fötu blas, reiki gras en ekki fötu Þetta er bara en ég man sýndu með róka, breytir ekki skota því mitt vítaloka lífi mitt þetta er gæðið gríma þetta er eins og skemmtan fýta ríði engur nema hlýra Talandum að vera í hlýra, þá ætla ég að fá mér smá sopa af kaffinu, ég ætla að fake-sipa, ég er búinn með kaffið. Já, ég líka, ég er búinn að setja alveg lummið í þetta og allt. En það er te og kaffi, sumarkaffið er ennþá heitt, alltaf heitt. Þú ferð í Columbia, ég og Kjæri förum bara í sumarkaffið. Já, við erum í sumarkaffinu. 20% af BF kóðinn, te og kaffi og ég vil taka rappar umræðu eftir smá tengist te og kaffi. Ég vil tala coffee shop MCs hverjir væri svona íslenska coffee shop MCs skilgrundu fyrir okkur coffee shop MCs ég veist nákvæmlega ég er alveg með þetta, ég veit nákvæmlega það er hlustendur þarna úti það er svona gæi sem er, þú veist, eitthvað svona hann er svona lesa afrísk fræði ok, hann er að lesa allavega coffee shop MC er svona hugsandi rapparinn þessi ríma af hans Bobba var mjög coffee shop-leg Forgotten Lores yfir smá tímabil voru coffee shop kongar skilur hérna á Birkir og þú veist og svo kannski þegar þeir voru að gera sóló var þetta aðeins öðruvísi ekki tilfelli Birkis myndi ég segja bara strengur þetta er bara rosa svona, þetta en ég meina tökum byggarinn heim í Árbæinn ég er rappkongurinn þú veist þetta fel alveg var ekki coffee shop MC þegar hann fór með sólósittis hann var það sem myndi segja bara straight up boom bap sko, ennþá skýt saman þessar pósara pjöllurnar á klakanum í leifiðum að frjósar engin keppni fyrir hel þessi kappar eru, þú veist, það er ríma það er fokkin ríma ég með gæsara, strákar, gústeirum en þetta er ekki neikvætt þú veist að vera coffee shop nei, þetta er bara ákveðin skilgreining ég myndi definitely tala gauðra eins og T.Y. Bóvatófuna þetta Köttgrá P Köttgrá P ekki bara því Priki er náttúrulega kaffehús sko Priki er kaffehús, þessi gauðra voru servinum hann sko og svona Köttgrá P næra svona taka þessar rímur og flæðið og svona verður svona, ég er mikill Köttgrá P Heimir B. Jóð kannski, ekki skiptundar endilega en Heimir B. Jóð Sjöberg in a way en Sjöberg fannst mér meira bara ballrappari einhvern veginn þú veist, sniður og frístælið og allt þetta svona þú veist, mér stann svona aðeins hafandi meiri skýrskotun en the coffee shop MC sko ég væri svona coffee shop MC með posa veitu hvað er það? Já. Herru, kostar þetta
Teja, Charge it to the game. charge to the game baby. Er þú með eitthvað í huga? Bara allt sem þið sögðu sko. Þetta eru svona Jón M Jón M Wow. hann er ekki Live tefla, brain. hann er í frútkvarn Fáruleikni augnablik afríska tablinu hann Já spila mahjong hann maður Já. Nei, Jón M er legend sko og hérna hann átti náttúrulega sko, þegar hann dissaði Stján Sepp og Stjána, ég var að hugsta sko, Þú sagðir þetta í ég veit að ég bara hugsta þetta bara, þú veist, það er svo auðvelt að segja, heiðu út aumingi og Þú ert ekki leiðrið okkur því og Danir með endur þaukur Nei, ég bara segja bara Sepp og Stján eru ágættir, því ég var að hugsa þetta alla síðustu viku sko, bara þetta er geðveikt dislina, þeir eru ágættir Þeir eru ágættir líka, hvernig að sagði þetta sko en hérna, ef við ekki hérna tala Teja, þeir eru að lánsa einhverju nýju bloggi hérna Já, og kæri, þú kannski tekur það næstur á þig Teja er náttúrulega fyrir kaupmanninu hodninu og þeir voru að lansera bloggi hérna Kjötborg sem er að leggja upp laup hana eftir hvað 75 ára? 70 ár 70 hann ára lánsa bloggi Já, og lasa bloggi hérna Teja sögur og ég vil meina að við í BF höfum haft áhrif á þetta já. af því að við höfum alltaf vorum þeim sem bendum á það hvað Teja væri í þessum íslensku samfélags fundamentals við postum innan link á Instagram okkar Hérna er sko mikið vatn sko, þetta er frá 1981 til 2020 þetta er sem þú verður að fara yfir söguna hún opnaði 56 og svo hérna, erum við komin í hérna, nær okkur í tíma frá 1981 til 2026 allt annað heimur mikið vatn hefur runnið til sjávar á þessum árum stærsti munurinn liggur í stærð verslana árið 1981 voru stórverslanir mjög fáar og hverfaverslanir settu svip sinna borgina Hugsið ykkur, þetta er örugglega single-handedly það versta sem gerstu fyrir borgarskipulag í Reykjavík það er að missa verslunar úr hverfinu og fá þær í enda byggðarinnar eins og ég gert núna því að þetta býr til umferð býr til umferðarangþundi Erum við að fara tilbaka samt í minnst eins og hérna, verslanir séu að minnka aftur og það sé að dreifast aftur inn í hverfin Ég held að bara netverslun og pantamatur sé að hafa þetta að verkum en bara hverfisverslanir, I need them sko, til dæmis að var skerjaver alltaf í skerjaferinum, það er horfið núna það var reyndar áður í flutnaðan Óli D-bjóðar og við vorum stundum að kaupa hana með hana og mjólk og eitthvað ekki það að ég hef drukkið mikla mjólk sem hún lengur en við keyptum mjólk enga síður En þetta er alveg þannig að það er hérna verið að tala út á blogginu að það var bara hópur fólks í hverfinu sem að keypti búðina og er að gera samkomustað að halda þessu við sko. og sá hópur fólks kjari áhugavert að kalla þetta hóp fólks og nú vil ég ekki defast Teja en þetta er náttúrulega fólk sem á pening sko. og mér finnst þetta líka smá svona bjalla sem mætti skoða þú veist, er það að reka kaffihús orðið bara svona einhver þjónusta við samfélagi sem ríkt fólk gerir ef það er ekki hægt að græða á þessu þá þurfum við eitthvað aðeins að skoða regluverkið eða vísitöluna hérna sko. Þú veist, í alvöru, ef það er ekki hægt að vinsæli staðir þurfa stundum bara að loka á Íslandi það er bara, sorry, það er alltaf brjálæði að gera hérna en við erum átt bara bransin er það erfiður þú náttúrulega varst í þessum rekstri talandi einhvern sem er að gefa af sig fyrir samfélagi ríkum maður bara var ekki ríkum maður það voru smá tæknilegir örðuleikar við vorum að tala Kjötborg sem er frábær blessi minning hennar og vorum að tala Teja alvöru players á greiðslu miðlunamarkaði og það snýst bara um að strauða leikin ef við ekki að strauða leikin og kíkja hans á bílvíkunar ég kom með húna sem var eiginlega sigurvegari Kalli og tónleikana þeir sem voru ekki með hatta voru með bílasalar Reykjavíkur húr sem voru 2 af 20.000 og það er X-Peng er það sagt X-Peng en ekki Speng það er ekki sett Speng nema bara af algjörum glensurum þetta er G9 Performance All-Wheel Drive baka 9.000 kilometra sem er svona 10.000 finnst mér prime tala en þetta er upp í það sko það er búið að taka hérna hvað Danni sagður, það er búið að taka afföllin einmitt seljandi skoða skipti á ódýrara þetta er ævintýramaður sem er að selja bíl eða kona þetta er svartu bíl sjálfskipting ég heyri samt að Nójan ættan í 3 litum 3 litum, jú Manstu hvað litur það voru? Það skiptir ekki máli en ég meina svona svartur, ég get sagt ég hef verið sóttur að leigubíl sem var svartur X-Peng og ég var harður Hvernig er að sitja í þessu? Grár svartur bítur frábært, sko þessi kýmisku bílar þeir eru all about upplifun sko og fólk hélt
lengi að þegar kynverjar myndu fyrir að móka út bílum á einu vestræna markaði væri það eitthvað svona einnota dósir sem getur bara, þú bara kaupiði bíl í Keflavík, keyrir hann í bæinn og stoppar á Sorpu og bara lætur urðan einhvern veginn á leiðinni í bæinn bara á leiðinni í bæinn en þetta eru fucking svipur sko þessi kýminsku bílar og Xpeng svipa sko, þetta svipa sko. Það mikið fyrir peningin möguleiki á 90% grænni fjármögnun sem þýðir að þú ert að selja weed þá Sérna hitti og kælingi rafhlöðu Já, sem mikilvægt á Íslandi að því að þú getur ekki hlaðið rafhlöðu í hraðhleðslunum og sjórinn heitt til dæmis hann takmarkar voltir hann á milli sko. Það bílar sem br.is og bara farið og talið Magga við erum með kóðan, BF-kóðan og þið fáið einhverja miljónur það er samningsatrið kíkjum á þetta bílar einhver nójan mad respect Herðu, ein pæling núna, þetta er kannski á meira við Dóra en kannski einhver leiti þig líka Danni Takk Þegar þið farið til útlanda er eitthvað must sem þið verðið að pakka með þú veist, þurfa að taka eitthvað með ykkur Já Ég ég ætla að ná það byrju það sem ég tek alltaf með Bæði vei, við tókum þetta upp á hann það bara tókst ekki upp hljóðið, þess vegna Danni búinn að ná í þetta sko. Þetta kom okkur mjög óvart Það er litla DJ-græða sem ég tek með Mér finnst þetta ótrúlegt Og hefurðu lent í aðstæðum þar sem þú hefur þurft að spin for your life Já, ég var svona í Miami þess að ég ætla að fara að pródúsera fyrir Britney og þessar stelpur sko, og hélt bara ég ætla að vera heimsvæðar sko, og þá spinna ég á einhverju lounge í South Beach sko. Já, gaurið var bara ég sagði pabbi var með mér sko, mamma og What the fuck? Og þau var og ég sagði pabbi, ekki koma og vera eitthvað, my son is the DJ og herru, hann kom með eitthvað gangsta bara hlýðan, this is my son ég man eftir myndum sem sendið mér að þessu þetta var alveg bara eitthvað Curb Enthusiasm ævintýri Hvernig er þetta, ef maður er DJ þarft að vera með þínar eigin græjur þú veist, finnst þér vont að DJ-a með sko, Íslandi þarft að gera, mér finnst mjög þægilegt að vera með mína eigin græjur sko. En Erlendis ertu bara með eitthvað spil líkil sko, ég er tölvukall sko, alltaf með tölvuna Tóttu tölvukall en já, ég vil hafa mína, hvað með þið, hvað pakkið þið? Ég er ekki með neitt svona ég er frá Strönd og vil fá svona gummi inniskó þú veist sem ég get bara smúla lappirnar og inniskóna bæði í einu og verið léttur sko Asati Já, það er það sem ég vil sko fyrir þetta frí er ég líka að pakka gym fatnaði æfingafatnaði því að það er óslega klassíst að fara í langt frí og ætla að vera eitthvað, ætla að æfa óslega mikið og svo fem maður einu sem út að hlaupa og drekka 90 bjóra það er svona mínu upplifun af þessu en ég er búin að sverja það við einkaþjálfarann minn, Mikael Bruni hálfur normaður, mjög spenntur fyrir Haaland og félögum ég er búin að segja ég ætla að ná 3 æfingum í vikuna og ég get það að því að kona mín hún er svefnpurka Já hún er alltaf ef ekki bara byrja að snemma á morgun og hún er komin út á herberginu fyrstlega 10:30 sko. Það er bara svo leys En börnin? Börnin eru, þú veist, ég hefði að vekja son með 9 ára bara kl. 10:30 í dag hún fór að sofa, þú veist, 10:30 í gær stakka og dóttir mín er svona þessi A-týpa en Kári vill bara sofa sko. Ég næði sér æfingu á mótnana ef ég vil og ég ætla að gera Ég fíla ég sko með að pakka ég þarf að taka með mig pre-workout mitt eigið ég þarf að kaupa hér því ég vantreysti búðum erlendis og ég þarf að fá það strax á fyrsta mótni mér finnst ekkert betra sérstaklega út í Flórida en að byrja daginn í sólinni með eitt gott pre-workout og klaka í því og vatna þetta, blanda því og það verður, ég flytta með mér inn Hvað var það þetta? Byrja daginn á pre-workout sem smakkast eins og svona bensín með ananasbræði og klökum og hvað í sólinni og hvað ertu að mæta bara Ertu renaissance-mann eða þú veist, ákveður getur ekki bara gert það sem allir hinn hafa gert í mörg 1000 ár Hvað, fá mér kaffi? Já. Í sólinni er að vera með eitthvað svalandi sjárátt á ykkur sem eru eins En að vera að færa vörur milli landa, þú veist þetta pre-workout allt sendt frá Flórida hingað, það ekki? Jú, það bara vesen að ná því að fyrsta degi sko, svo getur maður að fara að kefta úti en það bara mjög gott Þannig að þú ert með svona 2 renninga, klára það mjög gott úrval Og Pálína líka að taka þetta? Já Þannig að þið skálið í þessu mótna? Já, ég byttu fyrir þér Bro
Mér langar nánast að við ferðum saman fjölskyldunar og við gerum raunveruleika þáttur. Það var reynda mjög gott. Ertu að mæta pre-workoutaðar í Universal bara? Já. Bara öll tækin. Alveg bara eins og þú sett styrkjaður eða bara. Hún bara kláða í húðinni. Já, förum ég annan, já. En sko beta-alaninið fer ekki alveg nógu vel í mig, sko. Þú klæjar þig. Já, það gott. Kláðin góður, sko. Ég er bara... Ertu á pre-workout núna? Já, ég tók í morgun, fók mér í morgun. Það? Já. Svo fæ mér kaffi hérna. Ég fæ mér kaffi hérna hjá þér. Te og kaffi. Eina kaffi sem ég drekk. En Dóri, þú verður að fara að salta eitthvað núna. Búið saltverk. Já, saltverk. Það er samt ein söltun vikunar sem er komin fram. Og það er Hannes Pétursson. Já, það var skáld og rithöfundur. 94 ára. Og hann skrifar, en sko við þurfum að passa okkur einhvern veginn að það er svo mikil hiti í þessu. Fólk geti haldið að vera með endorsa Evrópusambandið. Við erum ekki, nema Evrópusambandið vilji koma inn sem sponsor, þá fáið þið ykkar Evrópuhreyfingin, það er ekkert mál, sko. En sko aðalega það bara, ég hafði líka mjög gaman af því sem Ólafur Ragnar sagði hérna í Chess of the Dark. Sér eitthvað Þórður Pálsson með eitthvað? Já, en bara þú veist, ég fíla það að menn koma svona fram og það sem ég fíla af þessa grein, hún var hann er að tala um gamla sáttmála og hérna Gissur sáttmála. Það var hérna, og það var mikið rökfesta og það var vel haldið á penna. Þetta var góð, þú veist, sama hvar fólk er í þessu, þá þarftu að virða þessar söltun. En hér verður illa haldið á penna og ég ætla að salta eitt. Ekki papriku. Og ég er að fara að salta okkur alla hérna, sko. Já. Við eigum börn. That's a fact. Ákveður eru við eitthvað að reyna að vera cool. Ég er búin að vera að labba upp á síðkastið núna og búin að vera gott veður og svona. Ég er að sjá okkur svona pappa og ég er búin að sjá okkur svona pappa sem eru með eitthvað svona full sleeve og í einhverjum cargo shorts og þú veist, með eitthvað svona derhúi aftur á bak. Aldrei reyndi pappi minn að vera eitthvað cool, skilur. Eða pappar ykkar ef því er að skipta. Og ef þeir voru að reyna að vera cool, það var eftir svo allt öðru gildismandi en maður hafði sjálfur, skilur. Og þessir cool pappar einhvern veginn, að pappiðin sé að setja á sig einhvern rakspýra sem er ekki Old Spice, að pappiðin sé að kaupa sér tískuföt eða pappiðin sé að pæla í merkjavöru. Þetta er svo niðurlægjandi, maður, í alvöru tala. Bara leið út börn, það áttu bara að, og sérstaklega eftir við komast á okkur tendir aldur, þá verður að eftirláta alla draumaðina með að vera cool. Ég er svona gaur sem er í allavega svona halvan daginn er ég með hálft raskatið út úr buxunum af því ég bara er mikið að beygja mig eftir hlutum og það skiptir engum máli hvort ég að grenst eða eitthvað svona raskatið fer samt upp úr buxunum það er þannig í laginu eitthvað það vill sjá loft launin hækka, buxur lækka það er rétt og hérna og þú veist og böddi mér alltaf pappi að sést í raskataður og ég er alltaf bara já, það er gott þannig eiga pappar að vera, þeir eiga að vera að rassast eitthvað staðar og ekki með þetta en ég er að hugsa að fara bara í alvöru að vesla bara svona föt skilur já, bara þetta eru gallabuxur og sterku efni líka góðu verði, sniður aukaðri strákur ég að deyja svona gefur það ok, ég lifið af svona kemur það hann er að, ég ætla bara og þetta er, þú veist, ímyndaði bara hvað það var mikið frelsi að vera laus við það að pappin var eitthvað að reyna að vera eitthvað þú veist, mestalagi var pappi minn að hlusta á okkur svona The Letter með box tops eitthvað, give me a ticket for an aeroplane hann var eitthvað, 16 ára þegar hann var samtíð þetta lag þú veist, þetta var pappi minn að reyna að vera töff sko, ég man eftir, það var svona götugrill og svona í sjáagötunni og þá var pappi kannski einhverju svona regatta regstakk, skilur með bjór einmitt, veitu hvað að meina, bara hann kíkti ekki eins og í speil á hann bara fór í eitthvað eitthvað sem var hann sko bara pappar eiga ekki að kíkja í speil þeir eiga bara að gambla með lúkið sitt og ég hvet alla pappa núna að hætta að kaupa sér föt, vera bara í því sem þeir eru þetta dettur úr tískubráðum og þá ertu golden Amen maður því miður það er hinn sanna karlmennska já, þú veist, þetta þarf ekki eins að vera það eitthvað en jú, þetta er hinn auðmikið karlmaður, hann er ekki töff karlmenn og þú veist að ég komi som, þú veist, íslenski saumarmaðurinn var náttúrulega kom sterkur inn hann á Kalli á tónleikana það voru allt pappar að reyna að vera cool að ég bara reyna rock tónleika en alltaf fá mig vel neðan í því á þingvöllum slappað af, ekki gera farað og gerðu við eitthvað, farað snemma að sofa það er það sem þú átt að gera
það er það sem samfélagi vill ágjur. Hvernig fannst þér íslenski sumar, hver var birtingamynd íslenska sumarmannsins á Karlaugtunum? Hún var nákvæmlega eins og ég spáði. Það voru gaurar að fara meira í cowboy-lúkið, það voru gaurar í Yellowstone-lúkinu, það voru gaurar í breska-lúkinu og svo var það sem ég glemdi að tiltaka og það sem var augljóst, það sem við vissum eða vissum ekki, var íslenska lopapeysan, hvað hún var rosalega sterk. Hún er lífseig. Hún lífseig og veistu hvað, hún gengur í björn lúk. Þú getur kúrikaða niður eða þú getur Yellowstoneaða upp, þú getur jafnvel barbúraða yfir, skilur, og hún stendur með þér í allt kvöld, íslenska lopapeysan. Hún er svona þjóðarnistauðin sko inn í þetta lúk. Inn í þetta lúk er hún alveg galin maður. Já, ég er bara ætla að melda þetta í viku. Já, þið meldið þetta í viku. Ég er alltaf að vera að færast, ég skiptist á að særi ykkur alltaf með söltununum sko. Ég hef gaman að þessar söltun. Ég kannski bara vera með þessu hú alltaf bara, og vera bara Já, og ekki svona, þú ert að vera með hana alveg niður. Já, þetta þarna. Svona eiga pappar að líta út, í alveg. Svona eiga pappar að líta út. Og þú veist, ég ætla að láta eyða þessum tattúum hérna, þú veist, ímynda þér. Pappiði með eitthvað tattoo. Ég mun örugglega fá mér tattoo á árinu. Svona eitthvað. Já, svona eru pappar. Krakkar! En mömmur með það er kúl. Mömmur, þetta er allt önnur og miklu viðkvæmari spurning og spurningin er mega mömmur reyna að vera hot. Þáttur heita mega mömmur vera kúl. Já, eða vera hot, það er eiginlega spurningin þar sko. Þú veist, við skulum hugsa. Við skulum láta hlustundur með það og við skulum koma aftur að þessu seinni sumar. Ef við horfum samt í æskun okkar þá er eitthvað sem heitir að vera smart. Já. Eða að vera smörtum buxum. Það var líka eitthvað. Ég ætla að opna fyrst að það er náttúrulega að fara inn á popjör hérna líka. Þú nú bara byrjaðir sko. Herru, ég fekk eitt skemmtilegt send, ég held að vera sér góð endalók á þessu því við erum fyrst og fremst stöndu fyrir uppreissu öngsins. Og þetta er þvert á það líka eru bara svona, maður heyrir að því að konur eru farnar að svona leita meiri angs vilja fá eitthvað solid í lífsitt og það sendi mér gaur á Insta sendi mér svona, þetta er bara aðdáandi þáttarins og hann sendi mér hérna svona, hann sagði ég er á svipuðum pakka með börn og svipuðum aldri og ég brasaði í húsinu mínu og ég geði einhverjum mat og vín og mín feel good angstmoment er þegar maður keyrir heim með tóma kerru eftir stóra sorpuferð kemur heim færið 3-4 enginn fattar neitt, ekkert taut perfect vera óvænt einn heima og þurfa að elda fyrir sjálfa sig það er stórt angstmoment þú veist þessi gaur lítur út eins og gaur sem trýta sig á svoleiðis momenti þessi ang, hann er vísi að kaupa góða cordon bleu og hita það í ofninum skilur þetta hérna er svo gott ang moment að horfa á grasflutina nýslegna bro, ég ætla að gera þetta á eftir Pallin nýmálan, það er svona Lion King atriði og hann sagði, mér langaði að fá ykkur til að power öngranka þessi miðaldra moment og ég ætla að segja að þetta er allt mjög powerful moment og við erum alveg í sjálfsögðu að leita fleiri momentum Já, ég ætla áður við leggjum upp hérna þennan þátt þá ætla ég hérna að setja sjára til Ghana Já Glæsilegt 0-0 jafntefli gegn Bretum Black Stars átt að fá víti, Carlos Queiroz sjálfari sagði að varherbyggi hafi verið í kaffi og það sé bara allt í lað því að hann sjálfur vilja fá sitt kaffi Hann var bara grjóthart lúk Já, sáðu hann var svo væri bara Já, hann var svo Bill Collector bara, þegar hann talar inn í klefanum þá er hlustað annað, út í vorum að tala angst þá er náttúrulega, ef við ekki að segja mest certified ang á Íslandi, er það ekki Hjalti? Hjalti 2 guys Sendum sjárt, hvað er nýtt í honum? Er stóri öngborgarinn ennþá í boði? Stóri öngborgarinn ennþá í boði og það sem meira er ef þið farið inn á 2 guys vefsíðuna, 2guys.is ég ætla að tjekka hvort það ekki örugglega rétt hérna, netfang hjá mér menn hérna 2guys.is alla virka daga ef þið gerir BEF í kóða 15% af Wow Það er svona sem hún lagar verðbólgun í landinu Það er svona, það er þessir kaupmenn á horninu þannig að 2guys.is
farið á Big Unk borgarinn. Það verður ekki stjórnmálafólk eða sólmyrkvi sem mun leiða ykkur út úr þessum efnaðslu ógangum, það eru stóru Unks í landinu. Það eru stóru Unksarnir. Ef við ekki bara taka, harðiskurinn að vera fullur. Já, ok, takk fyrir okkur.